Komið þið sæl. Það eru lítil áta á þessum umhleypingum sem hafa verið hjá okkur undanfarna daga og nú eru skil lægðarinnar frá því í gær komin yfir landið og suðvestan það tekið við. Hins vegar er lægð hérna skammt vestur á landinu og inn á Breiðafirði líklega í þessum töluðum og er að fara austur með Norðurlandi og það hvessir tíma hjá okkur í kvöld þegar hún fer austur yfir land og éllegangurinn verður nokkuð hvass og það bætir í vind tíma í kvöld og eru appelsínugular og gular viðvaranir á vestanverðu landinu og svo vindaviðvörun á norðausturlandi tíma í nótt en annars er þetta ekki neitt svo, þetta tekur nú tiltölulega fljótt af og líklega mest þá á meðan við sofum. En næsta lægð hún kemur síðan inn síðdegis á morgun með slittu snjókomu og fer síðan yfir í rigningu allavega hér um landið sunnanvert. Henni fylgja til dæmis ekki mikið hlýindi en við sjáum hér lægðina sem er að fara yfir í nótt að það er mjög svipað hitastig og er núna svona og yfir frostmarki víðast hvar á láglendi en það kemur hérna smá hlýtunga með þessari en eins og segja hún fer hratt yfir og þetta stoppar stutt hjá okkur í þetta skiptið. En þróunin sem sagt í kvöld og í nótt og til hádegis á morgun að það eru gula viðvaranir og færa síðan yfir í appelsínugular hérna á vestanverðu landinu og þetta er býsna hvasst, það getur farið upp í 20-25 metra og svo kemur þá svona ákveðin vindaukning svona kviður með dimmustu éljónum en þetta gengur allt saman yfir þegar líður á nóttina og hádegi á morgun gæti staðan verið þessu lík svona víða einhver smá úrkoma og hitinn svona 1-3 gráður víðast hvar á láglendi og suðvestanáttin eiginlega komin hérna norðaustur af og orðið mun rólegra veður hjá okkur en við erum farin að sjá hérna allra syðst í skil næstu lægðar og hún kemur hér inn síðdegis á morgun og þetta er nú líklega slitta í þessu á láglendi hérna á suðvestan til að byrja með, færi síðan yfir í rigningu þegar líður á og svo fara skilin hér yfir á þriðjudagsmorgun og á hádegi á þriðjudag er lægðin að mestuleyti komin yfir landið. Hitinn eins og áður segir svona í kringu frostmark aðeins hlýra hérna austast allavega í bili þangað til að lægðin er komin aðeins lengra frá okkur og slittu él hérna landið vestanvert einhver svona úrkoma hér og þar annars staðar en í mun minna mæli heldur en hér en þetta er svo sem engin stór átök þegar að þessi lægð er komin og þetta er svona eiginlega má segja kannski svona að verða endin á þessum umhleypingu sem hafa verið að undanförnu frá þriðjudegi til miðvikudags að þetta er svona, það er mun rólegra veður en hins vegar er dálítil lægð hérna sem ætla í gær að vera hér svolítið austar, hún hefur fært sig núna svolítið vestar þannig að þá koma þessi úrkomubakki hérna inn á land, það hlýnar minna líklega með honum heldur en þeim sem á undan hafa komið og úrkoman verður svona í rigningar slittuformi mjög víða og eins og áður segir þá á hádegi á þriðjudag þá er þetta svona rétt yfir frostmarki víðast hvar á láglendi úrkomubakkin komin hérna inn á land allra syðst en síðan ef við lítum yfir á fimmtudag þá er bakkin eiginlega komin hérna norður á mestu leyti það lúrir hérna norðanátt allara nyrst við norðurströndina en annars er svona suðvestlæg eða breytileg átt og þetta er svona það er aðeins að draga úr þessum stífa éllegangi lægðagangi ætla ég hafa sagt sem hefur hrjáð okkur að undanförnu. En í Evrópu að þá er ágætlega milt sérstaklega hér í sunnanverðri Skandinavíu og svo léttir til eftir því sem sunnar dregur hérna í álfunni skúraleiðingarnar sem hafa verið að hrjá íbúa Miðjarðarhafs hefur nú dregið verulega úr og er orðið mun skaplegra og hitatölur svona heldur á uppleið en Íberíuskaginn ætlar að vera áfram frekar blautur á morgun og hitatölur svona frekar kannski í lægri kantinu fyrir þann heimshluta. En á Kanari hins vegar norðlæg átt, vestlægari hérna eftir því sem að austar dregur en hins vegar má gera ráð fyrir nokkuð kröftugum skúrum og gætu þrumur og eldingar jafnvel láta sjá sig á morgun á þeim slóðum þannig að það svona verður aðeins í blautari kantinum hjá þeim á morgun. Vestur haf, það er óskup lítil úrkoma, það er einhverja skúraleiðingar hérna vestast í Ameríku og eins í Texas en sólríkt hérna austan til og hitatölurnar svona ágætar hérna í suðausturhorninu en það er aðeins farið að mildast eins og áður sagði að hérna í nyrst og það er svona það vorkoman er svona það er að styttast í hana en annars eins og áður sagði bara ágætasta veður í Ameríku þannig að það er ekkert gott það að segja en við skulum láta þetta gott heita í kvöld, verið þið sæl.